Skordýr æxla sig alltaf með kynæxlun. Þá þurfum við karlkyns kynfrumur frá einu dýri og kvenkyns kynfrumur frá öðru dýri sem blandast saman og úr því verður til okfruma sem verður að nýjum einstakling. Hjá skordýrum eru það kvendýrin sem laða að sér karla með því að gefa frá sér lykt. Svo þegar karlinn kemur þá tekur við svokallað biðlunarskeið. Það er mislangt, stundum alls konar athafnir sem þarf að framkvæma, getur verið mjög flókið, mismunandi eftir tegundum. En þegar það er búið þá tekur mökunin við og karlinn kemur sér þannig fyrir að hann komi sæðunu inn í ákveðið op á líkama kvendýrsins. Þetta getur jafnvel gerst á flugi eins og hjá býflugum. Síðan geymir kvendýrið sæðið í svokölluðum sáðgeymslum þar til eggin eru tilbúin til þess að þau séu frjóvguð. Og svo þegar búið að frjóvga eggin þá verpur hún. Og það er allur gangur á því hvar skordýr verpa, jafnvel í lirfum annarra dýra, ofan í jörðinni, utan í einhverju, bara hingað og þangað. Aftur ólíkt eftir tegundum. Þegar eggin eru orðin þroskuð, þá er það mismunandi eftir tegundum skordýra hvort það sem kemur út úr egginu þroskast með ófullkominni myndbreytingu eða fullkominni myndbreytingu. Við skulum skoða fyrst ófullkomna myndbreytingu. Þá skríður úr egginu eitthvað sem heitir gyðla. Gyðlan er í raun bara lítil útgáfa af viðkomandi skordýri. En af því að skordýr eru með ytri stoðgrind og eru með skurn eða skel sem að vex ekki með dýrinu. Að þegar gyðlan vex þá þarf hún alltaf að henda af sér skurninum og hafa hamskipti og svo vex nýtt skurn og þetta gerist nokkru sinnum áður en við erum komin með fullvaxið skordýr sem að lítur þá út eins og gyðlanin er bara stærra. Fullkomin myndbreyting, þá skríður úr egginu lirfa. Lirfan er ekkert lík skordýrinu, ekki neitt. Hún er meira eins og ormur og hún gerir ekkert annað en að éta. Étur, þangað til hún orðið nógu stór, nógu feit. Þá leggst hún í dvala, vefur utan um sig svona hylki. Það köllum við púpu. Þar liggur dýrið í dvala en er að umbreytast inn í púpunni. Étur ekki neitt, þangað til að það skríður fullvaxið skordýr út úr þessu sem er allt öðru sem bæði púpan og lirfan. Þannig að hér er þetta í meir bara svona stærðarbreyting en hér er algjör útlitsbreyting á hverju stigi fyrir sig.